Góðan daginn nemendur og nú ætla ég aðeins að segja ykkur frá virkjum og ástæðan fyrir þetta bara í svona fyrirlestraformi það er auðveldara að útskýra þetta fyrst svona og svo sýni ég ykkur þetta í kóðanum seinna. Við notum þessa virkja annaðhvort heita nokkrum mismunandi nöfnum á ensku og íslenska þýðingin er alltaf fyrir aftan. En við notum svona virkja þegar við fyrir að vinna með if-setningar, væl-lykkjur og do-while. Og þetta eru svona virkjar sem athuga hvort að ákveðin skilyrði séu sönn eða ekki. Og oft að ef þessi skilyrði sem við erum að kanna eru sönn eða trú, þá gerist eitthvað, annars gerist eitthvað annað og svo koll af kolli. Við erum með svona sem við kallast jafngildisvirkjar og það er svona tvö samasemmerki eða ekki samasem eins og þetta er eða venslavirkjar sem er þessu goggar eins og við munum nú úr stærðfræðinni. Og við skoðum hérna næstu glæru. Hérna sjáum við, þetta er hérna stærri en goggurinn, þannig að hérna er x er stærri en y. Þetta er minna en goggurinn, x er minna en y. Þetta er kannski nýtt fyrir ykkur, þetta er x er stærra jafnt og y. Og hérna x er minna eða jafnt og y eða x er jafnt og y og munum alltaf í forritun þá er tvö samasemmerki tákna sig jafnt og hérna ekki jafnt og y. Og við þurfum að passa svolítið hérna af því þetta er sko þetta er svona samanburðarvirki, þannig að athuga hvort að þetta sé jafnt og eitthvað annað. Þessi hérna virki er verið að gefa þá breytunni ákveði gildi og er þá gildistökuvirki. Þannig að passið ykkur svolítið að rugla sig ekki saman. Ok, nú skulum við bara fara hérna að sjá þetta íslensku líka. Minni er jafnt og stærri en og stærri en jafnt og. Svolítið mikilvægt að þau séu með þess að virkja á hreinu. Og eins og ég lesi þetta alltaf, minna en, stærra en. Bara hvernig goggurinn snýr. Og það er ágætt líka að segja þetta bara uppátt þegar mann er að byrja að forrita. Og hérna jafngildisvirkjar, jafnt og ekki jafnt og. Og hérna sjáum við að þegar við erum að nota þetta, þá er alltaf true eða false sem er þá niðurstaðan. Svo hérna, 1 er jafnt og 1. Já, það er rétt, þannig að það myndi gefa true. Er 1 er ekki jafnt og 1. Nei, það er ekki satt, þannig að það myndi fá false þarna út. Er 1 minni en 1? Nei, það er heldur ekki rétt, þannig að þarna myndi koma false líka. Er 1 minni eða jafnt og 1? Já, það er satt, því 1 er jafnt og 1. Er 1 stærri en 1? Nei. Er 1 stærri eða jafnt og 1? Já, þannig að það myndi verið trú. Ok, hérna sjáum við fleiri dæmi með hverju tákni fyrir sig og þið sjáum þá niðurstöðuna hérna fyrir aftan. Endilega skoða þetta vel. 4 minna en 7. Já, það er rétt. 3,1 er það stærri en 3,1? Nei. Er 11 jafnt og 8? Nei. Og svo koll af kolli. Og það er ágætt þess að segja það að segja þetta svona upphátt. Þá verður þetta miklu svona tamara. Svo kemur það rökvirkjar. Og ég kannski útskýra þetta líka þegar við erum komin bara í if-setningarnar. Þarna erum við aðtóa 2 skilyrði sitt hvoru megin. Og bæði skilyrðin þurfa að vera trú. Ég veit að þetta hljóma kannski eins og kínverska núna, en ef við sjáum þetta í if-setningu þá verður þetta mjög skýrt. Og þetta er eða-virkin. Þannig að önnur hvor þarf að vera sönn til þess að eitthvað gerist.
en við skoðum þetta betur í if-setningum á eftir. Og hérna sjáum við þetta líka. Þetta myndi gefa false því þessi hérna er ekki sönn. Og við erum hérna með og virkjan. Þessi hérna, 1, er það jafnt og 1? Já, það er true. Og 1 er minni jafnt og 2? Já, það er líka true. Þannig að þá myndi þetta vera satt. Því þessi hérna skilyrði og þessi hérna skilyrði eru bæði sönn. Og hérna eða virkin. Þessi hérna er ósönn. En þessi hérna seinni er sönn og það er nóg þegar við erum að skoða eitthvað með eða virkjanum. Þannig að þá myndi þetta gefa trú. Og hérna eru báðar ósannar og þá myndi það vera false. Og við þurfum að passa það líka mjög vel að hafa samansemmerkið alltaf fyrir aftan. Þetta hérna hafa samansemmerkið fyrir framann gefur villu. Þannig við erum alltaf að hafa fyrir aftan. Mundi sagði ekki annaðan. Alltaf fyrir aftan virkjan. Við segjum aldrei samansem og stærren. Það er ekki þjált. Og líka algengar villur sem þurfum að passa er að hafa bil á milli. Það má ekki. Virkjarnir þurfa alltaf að vera alveg saman. Ekki gera bil á milli. Þetta var stuttur fyrirlestur virkja, en við skulum bara, það skýrist betur þegar við förum að gera dæmi.